Komið í sæl, ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna notkun á Padlet í skólastarfi. Ég var að kenna í 3. bekk árið 2017 til 18 og var þá í Seljaskóla og hérna var það með lestrar átak og við vorum nemendurnir mínir og ég vorum að kynna bækur sem þau hefðu haft lesið og hérna voru sem sagt að mæla með þeim fyrir aðra nemendur skólans. Og þetta settum við á lítil plakut fyrir utan kennslustofuna, þannig að allir í skólanum gátu lesið hvað við værum að lesa og mæltu með. Þegar þau fara síðan í 4. bekk 2019, þá fá þau iPad 1 og 1. Og mig langaði svona aðeins að finna út hvort við getum notað hann til þess að vera með sama verkefni í gangi. Og þá er ég með benda á Padlet og þetta var alveg nýtt fyrir mér, þannig að ég ákvað að kynna mér það og þá fór ég þarna inn á padlet.com og við og bjó til vegg. Og þegar maður er byrjað þá getur maður valið alls konar týpur og við völdum yfirleitt svona hillur fyrir hvern og einn. Þegar maður er búin að velja tegundina sem við ætlaðum að hafa, þá fórum maður yfir í og velja ýmislegt annað. Við gátum valið bakgrunn, hvort sem það var svona eitthvað skemmtilega myndir eða bara litur eða hvað sem er. Eftir það fer maður og velur stjórna því með hvernig nemendur koma að veggnum. Ég gat valið það að ég stjórnaði alveg eða þá þau gátu komið með athugasemdir hjá öðrum nemendum og ég ákvað þarna, þar sem þau voru svo ung, að ég myndi bara stjórna hvernig þetta kom inn hjá þeim. Þau skrifuðu í sína hillu og ég síðan fór yfir það og svo setti ég það út. Og þarna erum við komin, kennarinn getur líka stjórna því hvort það sé sendt heim eða hvort að þetta sé bara notað í skólanum. Ég ákvað, þarna sjáu þið hvernig ég byrja. Ég var alltaf með þeim. Ég hafði mína eigin hillu. Síðan var bara settur hver og einn nemandi og hann fékk sína hillu. Og þá byrjaði þau. Og þau skrifuðu þarna lásu bók, kynntana þarna, sáðu kannski aðeins hvort þið fannst hún skemmtileg ekki, hvort þið mæltu með henni, og sumir sáðu bara nei, hún var leiðileg eða þessi var skemmtileg, mæli með henni, þau gáfu þeim jafnvel einkunn frá 1 upp í 10 og til þess að komast inn á vegginn þá var ég með QR-kóða. Ég gat búið til QR-kóða fyrir hvern vegg. Seinna á árinu, þetta var nú rétt fyrir áramót sem við byrjuðum á þessu, síðan kom náttúrulega upp það sem við þekkjum öll, COVID, og þá ákváðum við í sameiningu, ég og nemendur mínir, að við skildum vera með einn sérstakan vegg fyrir á meðan við það stæði yfir og við vorum minna í skólanum. Og þá get ég sýnt ykkur aðeins tilbaka, þá vorum við þarna með game-bekkurinn. Og þarna inni ákvaðum við að við myndum vera með bara ýmislegt, ekki bara bókarýni, heldur vorum við með alls konar. Þau sýndu verkefni sem þau gátu gert heima, þau sýndu verkefni sem þau gerði í skólanum og þetta var svo mikilvægt á þessum tíma því að þá gátu þeir nemendur sem ekki voru í skólanum, því það voru nokkri sem ekki mættu í skólan, þá gátu þau líka verið að setja inn því að þau fengu QR-kóðan heim og foreldrarnir fengu link á síðuna. Þannig að ef við settum eitthvað inn sem vorum í skólanum, þá gátu þau líka tekið þátt. Og þetta kom mjög vel út, mjög skemmtilegt verkefni.
og við héldum því alveg áfram fram á í lok skólans. Hérna sjáum við líka hvernig þau voru með bókarínina, þau tóku mynd af bókinni, settu hann inn, sumir gerðu svona teiknuðu mynd, aðrir tóku mynd af sjálfum sér og með bókinu og settu inn, þau fengu alveg að ráða þessu. Þið sjáu plúsin þarna fyrir neðan, þar bæta þau við, kemur næsta hilla eða næsta innlegg og þar gátu þau sett inn vídeo, þau gátu sett inn myndir, þau gátu sett inn YouTube myndbönd. Þannig að það mjög margt sem hægt að gera á þessa palletveggi. Eins og ég sagði áðan, þá hægt að senda þetta heim og eins og foreldrarnir, þeir fengu link og þú fannst þetta mjög svona skemmtilegt og þökkuðu mér mikið fyrir í lokin hvað þetta hefði gert mikla lukku og já, veit ekki hvort ég sjáu hvað hægt að gera þarna. Það hægt að senda þetta heima á marga vegu og foreldrarnir geta fylgst líka með hvernig þau að vinna í skólanum með því að vera með þennan vegg. Hérna líka hægt að breyta ýmsu, bæði lit og letri, en þetta voru nemendurnir mínir ekki að gera, heldur það var að ég sem stjórnaði því í þessum bekk. Að sjálfsögðu varð styttri tími í skólanum á þessum tíma, þannig að við höfum sjálfsagt getið gert ennþá meira en það sem við gerðum. Þau voru með fóru út, gerðu listaverk úti, tóku myndir og settu inn. Þau voru með gerðu listaverk og sendu inn á heima. Þau gerðu verkefni heima sem að ég vildi ekki fá í skólana því það var á þessum tíma, mátti maður ekki snerta því sem að var verið með heima, þannig að þau gátu sett mynd og það var alveg frjálst hvort þau gerðu það eða ekki. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt tæki og hef byrjað á þessu aftur þar sem ég er núna og nemendur hafa mjög gaman að. Við höfum verið að setja inn avatarmyndir líka, þá var læraðu líka að búa til avatarmynd og setja síðan inn á vegginn sinn. Síðan vorum við í samvinnuverkefni í Ítvinning. Það var verkefni sem við vorum búin að vera með og vorum í samskiptum við önnur lönd og við gátum haldið því aðeins áfram með nokkru löndum og þarna voru þau búin að gera smá kynningu á sér sjálfum. Þess vegna er þetta alltaf á ensku. Og síðan var þessi veggur sendur út eða linkurinn að hann sendur út þannig að hinir gátu séð það sem þau höfðu gert. Þetta fannst þau líka mjög gaman. Þarna voru settar inn avatarmyndir út af persónuverndarlögum þannig að þetta átti að vera allt eftir öllum kúnstarinnar reglum. Já. Þegar að maður byrjar á þessum palletveggjum þá er ekki endalaust hægt að búa sér til veggi þegar maður er ekki með keyptan aðgang. Þannig að ég er með 3 þarna inni. Ég veit ekki hvort það er 3 til 5 sem maður getur fengið þegar það er ekki keypt. Annars vorum við bara með nokkur mail sem að við bara þá notum og gerðum nýja. Síðan er náttúrulega þetta henda og búið til nýjan í staðinn. Ég mæli bara með því að þið prófið sjálf. Þetta er mjög einfalt og nemendurnir hafðu mjög gaman að þessu. Þau voru að sjálfsögðu mjög stuglega að sitja inn á vegginn sinn en það var líka bara allt í lagi. Sumir voru með sett inn á hverjum degi
aðrir settu aðeins minna, það var bara alveg eftir þeim hvað þau vildu gera. En stundu setti ég einn sérstök verkefni sem þau átt að vinna og setja inn á, hvort sem það var heima þegar það var skertur skóli eða þegar við vorum komin tilbaka eða þegar þau voru í skólanum, þá vorum við með sérstök verkefni líka sem við setti þarna inn. Og eins og við sjáum þarna þá einhver sem eru tekið mynd af kettinu sínum og það voru þó nokkuð margir sem fóru í það og þannig listaverk sem einn hafði verið að gera heima þegar hún var ekki í skólanum. Við varum líka með bingo sem að þau unnu heima sem var svona alls konar skemmtilegi hlutur og þau settu inn á vegginn þar sem að þau höfðu gert í sambandi við það. Annarkvort sem þau máluðu mynd á bara pappír eða svona eins og þessi sem að setur þarna inn á myndir vorum við mjög duglega líka að gera og setja inn á og síðan vorum við ennþá að mæla með hinum á þessum bókunum. Þannig að við héldum því áfram bara á þessum vegg af því þetta var sá veggur sem við unnum mest með á þessu tímabili. En ég vil bara þakka fyrir mig og vonaði að þið hafi lært eitthvað af þessu og getið notað ykkur. Takk fyrir.